Kjell Helgason. Næstur. Já, formaður og góðir meðfulltrúar. Það er ánægilegt að taka til máls í þessari góðu samkomu sem ég vona að verði okkur öllum til mikið svegsauka og málefninu ekki síst. En ég vil taka undir þakkir til nefndarinnar, starfsreglunefndarinnar fyrir afburðagott starf og líka taka undir þakkir formanns hennar til eða félaga í fyrri nefnd sem unnu mikið verk. Það er búið að eyða miklum tíma eða verja miklum tíma skulum við heldur segja í þessar starfsreglur. Mér telst til að fyrri nefndin hafi varið eitthvað annað 100 klukkustundum samtals og ég hef ekki að svo seinni hefur verið álíka þannig að það eru komin misvarsti á annað 100 klukkustundir og það er vel. Þess vegna ættum við náttúrulega að reyna að grauta ekki mikið í þessu og ég er í öllum meginatriðum mjög sáttur við þessa nýju tillögu og margt hefur batnað frá fyrri gerð. En ástæða þess ég tek til máls er þó aðeins efasemdir 2-3 atriði. Niðurlag 5. greinar að náist ekki samkomulag skipan manna í nefndir þá skuli kasta hlutkesti. Þetta hljómar svolítið loðið en ég held að verði bara að reyna á þetta og ef að það veldur ykkur vandræðum þá er alltaf hægt að breyta reglum og laga þær að aðstæðum. Jafnframt spyr ég og það var kannski þyllingaskítur varðandi niðurlag 20. greinar hvar eigi að varðveita þessi skjöl. Það kom til umræðu í fyrri nefndinni hvort að við hefðum í rauninni heimild til að kveða á þetta, hvort það var ekki annar aðila. Meiningin er góð en ég spyr eða bara lögfræðingi í hópnum hvort að við höfum heimild til þess að segja öðrum fyrir verkum innan á vissan hátt. En aðalástæða eða athugasemd mín snýst einmitt það sem ráðsfulltrúi Gísli Tryggvason var að fjalla niðurlag 15. greinar, þennan rétt til þess að koma með valkosti. Ég hef, eða mjög hafiði, til þessar stundar miklar efasemdir þetta ákvæði. Gísli flutti mjög góð rök fyrir sínu máli og kom með málamiðlun sem að vera má að tugi. Ég vildi sjá hana útfærða áður en ég kannski tek endanlega afstöðu. En mér langar aðeins að reifa hérna nokkur íhugunarefni varðandi þessa málsgrein. Okkur er samkvæmt ályktun Alþingis ætlað að koma með eitt heilsteypt frumvarp. Ef það eru mismunandi valkostir í frumvarpstextanum sjálfum, þar að segja þar sé eiginlega þeim sem að tekur við frumvarpinu, þar að segja Alþingi, boðið upp á að velja á milli kosta, þá er ég hræddur að við bjóðum þeirri hættu heim að Alþingi segi já gott og vel, þetta er bara efnisplagg sem við tökum nú til meðferðar og breytum því okkar vild. Ég held að þurfa að fá svar við því áður við göngum frá þessu ákvæði sem þarna er verið að ræðum. Hverjum er ætlað að velja á milli valkostana? Fylgir þetta þá beinlínis það skilyrði að það sé þjóðin sem gerir það? Þá held ég verið að segja það. Ég tel það að vera með svona valkosti minni hluta kannski einhver liti brjóta í bávið viljayfirlýsinguna sem í aðfaraorðunum þó að Gísli hafi túlkað það með öðrum hætti. Það má ekki misskilja mig þannig að ég tel ekki koma til greina nema síður sé að í endanlegri gerð okkar frumvarps verði boðið upp á valkosti. Það er að segja, þar verði með berum orðum sagt, til dæmis þjóðkirkju ákvæðið, að það skuli borið upp undir þjóðina hvort eða með hvaða hætti þjóðkirkjufyrirkomulagið skuli vera áfram. Og alveg eins og Gísli benti á, sú niðurstaða raskar ekki öðru í plagginu. Ég var eins og Gísli að hlusta á Jón Elster
Háskólanum í gær. Hljóðbarnin í salnum er nú reyndar afleitt, þannig að ég heyrði nú ekki allt. En það sem ég heyrði líkaði mér. Hann var einmitt með varúður orð sem Gísli var nokkur leyti með áðan líka, þess efnis að svona mismunandi valkostur kynna að stangast á og vera í innbyrðis mótsögn eða mótsögn við eitthvað annað. Þannig að ég túlkaði nú hans svar frekar á þann veg að hann væri efins. Það sem ég er í rauninni aðalega að segja að sko ef að minni hluti getur komið fram með þennan valkost og annan minni hluti með hinn, hver ætlar þá að gæta samræmis í þessu áður en þetta er einhvern veginn lagt fram. Það er það sem ég hef fyrst og fremst áhyggjur af. Mér hugnast í helst að við kippum þessu ákvæði út í svipinn, en þar með er ég ekki að segja að það megi ekki þegar við erum komið svolítið lengra og búin að átta okkur til dæmis á þeim möguleika sem við höfum til að bera einstök atriði undir þjóðina í sjálfu ferlinu, og þar veki athygli á 3. málsgrein 14. greinar nákvæmlega um það atriði, að þá tökum við þetta aftur til umræðu og tökum það jafnvel upp á nýjan leik. En ég er í sjálfu sér tilbúin, að það var hér í morgun tilbúin með breytingatillögu þar sem að þetta yrði fellt út, en ég vil ekki hefja mitt mál á því að vera með leiðindi, mikil, minnst óhusti. Þannig að ég vil heyra í öðrum áður en ég legg þessa tillögu fram.